Gunni, hvernig tilfinningin eftir sigurleik? Bara geggjað að vinna loksins. Það ekki flókið. Var þetta orðið svolítið löng bið? Já, þetta var orðið helviti langt. Menn þungir en nú er það bara upp á þér. Hvernig fannst þér leikurinn spilast þetta? Mér fannst þér byrja þokkalega vel. Síðan komist þeir aðeins inn í leikinn og setja þetta mark. Síðan bara keyrum við það í lók seinni hálfleiks og höldum bara áfram í seinni. Og mikilvægt að ná þessu jöfnunarmarki fyrir hálfleikinn? Já, mjög mikilvægt. Við lögðum upp með að setja á þá snemma í leiknum mark. Þeir náðu þessu marki en þannig að finnst þið sína flottan karakter með að koma tilbaka og hendir markið hana. Ertu nú heiðarlegur, hvernig var svona líðan í mannskapnum fyrir leik og svona skíttapið þessu seinasta leik á móti Selfossi? Það var bara, menn voru þungir, bara augljóslega, en það þýðir ekkert að væla. 4 leikir eftir núna, bara redda okkur. Mannskapnum sé bara klárið það. Hvað finnst þér að hafa vantað svona í sumar? Í sumar? Við verðum svolítið slitnir aðalega varnarlega bara sem leiðis heild sko. Við erum að fá ómikið, liðin að þræða okkur ómikið og já, við erum að slitna ómikið. Fyrir hlutan var það föstu leikadriðin og síðan komum við því í lag, þá var það aðalega þetta formationi. Hvernig leiðir hann að þú sást annað mark, eða þegar boltinn kemur inn í öðru markinu og getur aðeins lýst í, ég sá eiginlega ekki almennilega hver skoraði? Ég skoraði, þegar Davíð tæklaði hann í mig inn. Það var bara Davíð tæklaði hann í mig inn. Það er ekki flókið. Þannig að þetta markið skráði þig? Þetta markið skráði mig. En hvernig leiðir, ég sá að þið fögnuðu bara eins og þið væri að fara að vinna eitthvað fyrsta leik? Já, það er eitthvað svona, maður finnur það bara. Þegar þetta. Við fundum það núna og svipaði á heimavelli síðustu ár. Fannst það að komið bara núna. Það eru 4 mjög mikilvæga leikir framöndan. Já, það er bara 4 úrslitaleikir. Það er ekki flókið. Bara fara í hvern einasta leik með það í huga að vinna. Þetta er allt lið sem við getum tekið. Takk fyrir. Takk fyrir.